Í þessu erindi ætlum við að beina augum okkar að fyrirtækjunum á landinu og þeim tækifærum sem leynast þar í að minnka umhverfisáhrif og minnka losun gróðurhúsalofttegunda til dæmis. En tækifærin leynast mjög víða í fyrirtækjareksturunum, bara rétt eins og hjá okkur almenningi í bara daglegri hegðun. Og það er svona mjög mikilvægt að fyrirtækin sjálf innleiði umhverfisstjórnun í sín daglega rekstur, greini tækifærin, hvernig er losunin, hvernig er úrgangurinn sem myndast, hvernig eru hegðunin og er einhver tækifæri sem við getum notað í reksturinn. Og það er ekki síður mikilvægt að fyrirtækin beiti líka aðferðum svo sem þessu þjálfun og fyrirbyggjandi aðgerðum til þess að bregðast við áður en skaði er skeður, til dæmis mengunarhóp eða annað. Og þjálfi viðbrögð það hvernig þið bregðast við ef svoleiðis slys kom upp. Þessar kröfur fyrirtækjanna eru rammaðar inn í starfsleyfi sem að miðast við starfsemina og ekki síður staðsetninguna sem starfsemin er stödd. Þannig er líka tekið mið af því hvernig viðtækin eða hvernig umhverfið er í kringum starfsemina og hversu strangar kröfur þarf að gera. Þessi starfsleyfi eru tekin út í reglubundnu eftirliti stofnunarinnar og í reglubundnu eftirliti skoðum við hvort að þau séu að framfylgja þeim skilyrðum sem sett eru í starfsleyfi. Ef ekki er skráð frávik með kerfisbundum hætti og þannig er öllum frávikum fylgt eftir þannig að viðunandi úrbætur séu gerðar. Og með því að skrá þetta svona kerfisbundið að þá sjá fyrirtækin hvort þessi árangur eða ekki. Og við sjáum það sömuleiðis að með því að gera þetta sýnilegt að þá bregðast fyrirtækin betur við. Og þannig hefur frávikum fækkað ef við berum saman 2017 og alveg núna til 2020. Að það eru færri frávik sem eru skráðu hvert fyrirtæki. En eins og ég sagði áðan, þá skiptir rosalega miklu máli að fyrirtækin bregðist við áður en frávikin verða. Við viljum helst að þau séu með innri markmið, innri stefnu það að nýta tækifærin sem leynast. Og þau séu sjálf með umhverfisvitund og þau skilji sín rekstur sem allra best. Og þannig er gengið lengra að í reglubundnu eftirliti er hvert og eitt fyrirtæki áhættumetið. Þar sem að niðurstöður í eftirlitinu eru nýttar til þess að skoða hver er áhættan af starfseminni hverju sinni. Og fyrirtækin hafa þannig tækifæri til þess að hafa áhrif á það hversu oft við komum á staðinn. Því ef við sjáum að fyrirtækin standa sig vel, það er lítil áhætta, þá raðast þau í minni áhættuflokk og við komum sjaldnar. Ef áhættan er mikil, komum við oftar. Og þetta er breytilegt í hvert sinn sem að við komum því við endurmetum reglubundið og þannig verður breytileiki á milli ára. Og við sjáum það núna þegar við erum búin að keyra í 2 ár að það er bara talsverður breytileiki. Og fyrirtækin eru að bregðast við, nýta þessi tækifæri og þannig var töluverð lækkun á fyrirtækjum, fækkun á fyrirtækjum sem eru í hæsta áhættuflokki. Sem að bendir til þess að fyrirtækin séu að bæta umhverfisstjórnun í fyrirtækinu. En svo er það loftslagsmálin og sömuleiðis þá teljum við mjög brýnt að nýta tækifæri til þess að fyrirtækin dragi úr þeirri losun. Og það er samevrópskt kerfi sem hefur verið sett á laggirnar sem er kallað ETS. En það er eins konar viðskiptakerfi sem að fyrirtækin sem að losa mest ganga í, þar sem að þeim er úthlutað losunarheimildum. Losunarheimild er svona eining þar sem að samsvarar losun á 1 tonni af koldíoxíð-ígildi. Losunarheimildirnar eru síðan eins og gjaldmiðill. Þannig að ef þú þarft að nota meira, þá þarft að kaupa meira. Ef þú þarft ekki að nota það, þá er bara að gera að selja það. Grunnurinn er að það er kortlagt hvernig losunin er hjá þessum stærstu fyrirtækjum sem losa mest. Og þannig er úthlutað hluta og svo þurfum við að kaupa restina. Þannig myndast þessi hvati að það er ódýrast fyrir þau að draga úr losuninni og geta þá kannski selt þessar losunarheimildir. Þannig að ef við horfum á þessa mælikvarða þá bendir bara til þess að fyrirtækin séu að taka betri ábyrgð á umhverfisstjórnuninni inn í sinn daglega rekstur sem er að skila árangri sem að við fögnum vissulega.